Strákar, velkomnir í horror quiz þátt. Takk fyrir það. Þetta svona minn hrekkjavöku þáttur og ég mun gefa hann út líklegast aðeins fyrir hrekkjavöku. Okay. Ég ætla að sjá til. Kannski á sjálfan hrekkjavöku degi, eða ekki, ég ætla að sjá til, því ég er oft svo spenntur að gefa út þessa spurningar þetta. Það er bara þannig. Það er bara, mér langar bara að deila þeim strax með fólki, sérstaklega ef þetta eru jafn þáttur, spennandi keppni, þá verð ég alveg bara, vá, ég laka til að sýna fólki þennan þátt. Þannig að það kemur ljós, en þetta er svo minn, þetta er minn hrekkjavöku þáttur. Þið eru vanir að koma til mín í löng spjöll. Já. Það er nú oftast þættir hjá okkur allavega 3 tímar. Nightmare on Elm Street var örugglega styrsti þátturinn, það er ekki 2 og 30 eða eitthvað. Ég held að við séum með alveg sko Lord of the Rings Extended Cut Þið eru vanir að koma, ég langa þetta. Já. Þannig ég vildi gefa ykkur smá breyk núna. Við ætlum að taka fyrir Texas Chainsaw Massacre, það er með þess að í einu þætti sem við gerum, Pétur, það sem við vorum að tala. Já. Við nefndum það líka Halloween þætti. Við vorum alveg bara, já, næst verður það Texas Chainsaw. Svo breytist aðeins. Ég fór aðeins að hugsa myndirnar og ég bara... En við erum ekkert að afskrifa það. Nei, gæti gerst. Ef vel gengur, ef ég sel mikið af spilinu mínu og það gengur bara vel, þá ætlum ég að gera annað spil næsta ári og þá getum við gert annan þátt eftir ár. Kannski Texas Chainsaw. En það er svolítið fyndið að hugsa til þess að við erum búin að tala um þetta áður. Kannski er einhver gæjan úti bara djöfull með langar í Texas Chainsaw. Uppáhaldssería mín, ég má hlaka til að tala um hana. Ég vil tala um hana. En það er ekki ár. Við ætlum að fara í spurningakeppni. Já. Það er ár síðan ég hitti þig, Jökull. Sittar síðan hitti þig, Pétur. En þú varst að segja mér að hérna rétt fyrir podcastið, Jökull. Já. Þú ert búin að hitta Pétur eitthvað eftir Halloween þáttum. Ég og Pétur hittumst í svona áhugaverðum en ekki svo skemmtilegum kringumstæðum. Sko síðast þegar við tókum upp saman, þá var Pétur nýbúinn að skýra strákiðinn. Ok. 2 mánuðum eftir við tókum upp þáttinn, þá ákvað hún amma mín að hefja för sína í sumarlandið. Ok. Og Pétur sá jarðarförina. Nei. Í samryggist, Jökull. Takk fyrir það. Hún var rétt skriðin í 99, þannig að þetta var svona tími til komin. Og hún var bara umvafin ástur hún fór. Við vorum öll alla kveðina og þetta var bara mjög falleg stund. Og ég sem sagt, ég vinn í þjóðskrá og ég var bara bjóðslega að sjá að gera dánavottorðið. Já. Svo fæ ég símtal frá pappa mínum. Hann segir, heyrðu Jökull, ég er að tala við prestin sem er að fara að sjá hérna jarðarförina. Þetta er vist bara eitthvað vinur þinn. Já, þetta var náttúrulega fyndi hvernig þetta kom til að því að þetta var ekki þannig að sko, einmitt að þú hefðir einhvern veginn talað um mig, þetta var ekki þannig, þetta bara gerðist fyrir tilviljun. Það var algjör tilviljun. Og það var að ég var að hitta föður þinn og við vorum að ræða saman útföruna og þá sko segir hann líka við mig sko, ég kannast eitthvað við röddina þín. Hann hefur nefnilega hlustað á þáttinn sko. Já, og þar kom skýringin sko, þá var hann dykkur hlustandi í Bíóblaðs. Já, hann hlustaði á Halloween þáttinn þegar hann var að fara í eitthvað jobb á Sauðárkróki og hlustaði á Halloween þáttinn á leiðinni. Já, bara þegar var að keyra og bara hann tíma til að hlusta á. Og svo sagði hann mér, ég ætla að tala við Jökull minn hjá Þjóðskrá og ég var bara býta nú við. Jökull var að segja mig í Halloween þættinum að hann var að vinna í Þjóðskrá. Þetta geti ekki verið 2 jöklar í Þjóðskrá. Þannig að tengdu þetta saman og þá var það mjög skemmtileg tenging sko. Hann að pappi sem hringdi í mig og sagði, heyrðu þið, hann segir að þú megi bara senda hann vottorðið á Messenger. Já, það var ekki það. Fyndi samt. Og hann bara stóð sér mjög vel. Já, takk. Ég er bara að segja öllu vinnum mér frá hann. Já, frábært, gott er það. Það var líka frábært að vinna þetta með ykkur öllum og þetta er náttúrulega einna svona kostunum og forréttindunum við prestarfið, þannig að maður fara að fylgja fólki í ólíkum aðstæðum og kynnast líka fólki svona í gegnum vitnisburð ástuna sko, eins og hjá ykkur. Ég hef aldrei hitt ömmuðina en bara heyra hvernig þið öll töluð hana svo rosalega fallega og fá allar þessar sögur og svona, þá bara alveg magnað að fylgja ykkur í þessu sko. Já, að hann bara, ég bara svo liðið mér svo mikið í að hlusta á Pétur tala hana sko, það er bara, að því að amma var mjög fyndin kona. Þannig að það var mikið hlegið á þessum jarðarförum og það var bara svo mikið líf í Pétur. Það var bara gaman að heyra. Þessi þáttur er bara tilhengaður þenni. Já. Þetta er svona sérstakur þáttur. Þannig að hann kom að skýra svona þinn og hann sá út fyrir ömuna. Við erum bara með hringrás lífsins og Pétur er hlengur. En pælið samt í þessu að Friday the 13th kom þessu öllu saman. Já. Það er mjög athyglisvert. Sú mynd og sú sería sjáu þið áhrifin sem hún hafði hérna á okkur persónulega. En það er eitthvað svo fegur í þessu að við náttúrulega
Lífið krakkar. Já, enginn á okkur þekktust. Nei. Svo bara hittust við þessum podcast-þætti, svo bara túkuninni mitt, persónlíf og jökli. Það er gaman að þessu. Algjörlega. Já, strákar, eru þið spenntir að stressa fyrir þætti dagsins? Ég var í horror-quizi bara í síðustu viku. Ég fór þarna í... Ég ekki klar að heyra þetta. Lent í öðru sæti. Þú lentir í öðru sæti. Það var ein spurning sem ég klúraði. Það var ein spurning, annars hefði það verið jæmt. En ekki segja hana, þegar kannski er hún í þessu quizi. En var það eitthvað svona sjónrænt? Eða var þetta allt spurningar? Þetta var allt spurningar. Jú, ég held að þið hafi líka sýnt eitthvað 1 eða 2 svona myndir. Já. 1 eða 2? Já, en annars var þetta aðalega bara spurningar. Þetta var þarna pubquizi í Bird og með Mandilicious. Það var mjög skemmtilegt. Já. Nú er ég án stressaður. Já. Bara Jökull var saman. Ég er að fá einhvern horror-quiz mistar hérna. Ok, strákum. Já, ég held sko, eins og segi, við sjáum hvernig þetta fyrir, en ég held að Jökull er svolítið heitaraldi í þessu sko, núna, en ég sko, en við aldrei að vita sko. Verður þetta svona bjöllu dæmi? Nei, ok. Þið skiptist á. Já. Ok. Já, ég þarf að finna penna minn. Þetta er mjög einfalt. Já. Í rauninni. Þetta eru 50 spurningar. Ok. Nei, 60. Held ég að segja 60. 70. 60. Sko, málega er því ég er að semja þessu spurningar oft. Þá verð ég svo gráður. Ég kannski býti 50. Bara, það er svona 25 mann. Svo kannski ég sé eitthvað, er ég að googla eitthvað rillismyndir, eitthvað svona 70 rillismyndir eitthvað. Þessi. Allir viti hvað myndi þetta er. Set hana með. Eða skilji. Eða þetta er hug eitthvað spurning. Bætist við. Já, bætist smá við. Ég er með 60. Ok. Og mikið af þessu er sjónrænt, en ég mæli með að fólk horfa á hana þátt. Það er vissulegt að hlusta á hann á Spotify eða Apple Podcasts, en ég mæli með að horfa á hann á YouTube eða Spotify, að því mér nota sjónvarpið. Og það er svona stemming í því. Ok, já. Og kemur í ljós, þegar ég fer yfir liðina, hvað er að fara í sjónvarpið. Ég er svona árið svolítið stressaði. Já. Já, ég líka. Jökull viti þetta bara allt. Já. Eða þess að ég stressast með það, hann er bara sum spurningar. Já. Það verður hræðilegt. Ok, strákar. Þá telja þær ekki. Öll svör sem hann var rétt, sem voru líkum daginn. Ég skal vera hreinskilin. Nei, heyrðu, þetta var... Verður hreinskilin. Og það dregur sem mínustig þá í staðinn. Pétur fær þá stig. Já. Ég er náttúrulega, fyrsta sinn sem ég tók upp hjá okkur, þá voru að taka Friday the 13th, og ég nefndi náttúrulega að ég var í horror-quiz svona mánaðlega með Shelly úr Friday the 13th. Alveg rétt, ég var búin að gleyma þessu. Ég var búin að gleyma þessu líka. Jökull, þú ert ekkert með lengur. Ég grúttapaði alltaf, sko. Já, ok. Það voru alveg brútal spurningar, sko. Ok, við vonum að þetta verði ekki alveg að brútal. Nei. En ég ætla að tala erfiðleika stigið eftir keppnina. Ok. Ég hef svona klikkað á því, aftur í talandi í old school quiz-þættunum með Kíl og Ísrael. Bjöggi félagi minn sem kom hérna til mín í svona fyrsta rekki okkur quiz-þáttin sem ég gerði fyrir 5 árum síðan. Hann var bara, Hafsteinn, þetta er allt og erfitt, hvað kjafta er þetta maður? Eða þegar ég byrjaði að segja, já, mér finnst það ekkert svakalega erfitt quiz, en hérna, hann bara, þú mátt ekki segja þetta núna, og það komið svo mikið pressa á mig að vita þetta. Já. Þannig ég ætla ekki að tala með erfiðleika stig eftir keppnina. Ok. Eða svona hvað ég áætla erfiðleika stig fyrir að keppnin er búin. Ég er að fá til mín allavega 2 svona veterans. Þið eru búin að koma til mín í nokkra horrorþætti. Jú. Þannig við fyrir bara að byrja þetta, strákar. Engin bjöllu, þess að það er engin bjalla, þið þurfa ekkert að vera eitthvað, hvor er fljótar, er ekki þannig, þið skiptist bara á. En það er þetta að stela líka. Ef að, Pétur, þú fær spurningu, þú veist ekki svarið eða segir pass, þá getur þú fengið möguleika á að fá það stigjökull ef þú ert með svarið. Já. Og auðvitað öfugt. Ok. Ég veit ekki hversu vel ég vil koma út úr þessu ef ég næ öllu rétt bara þessi gaur á ekkert líf, ég er ekkert annað en að horfa hryllismynd. Ef þú nær því, ég er stressaður yfir, sko, ef þú nær því, eða þú, Pétur, þá er það met. Það hefur engin keppandi komið til mín og náð öllum spurningum. Ísrael, sem kom til mín núna síðast, hann var drullun nálægt í. En hann flaska á tömur. En minnum það að verið 2 spurningar. Ok, strákar, tala 0 upp í 100. Ég er að skrifa hérna upp á hvor eitthvað byrjar. Ég er að skrifa hérna tölu og Pétur 0 upp í 100 og svo sem er næstu tölunni sem ég skrifaði fær að velja hvort hann byrjaði ekki. Ok. 77. 77, Jökull? 42. Talan er 99 hérna. Já. Þannig að Pétur
Vilt þú byrja eða vilt að Jökull byrja? Herri, ég skal bara byrja, bara hendur sá mig. Þú ætlar að byrja og við skellum okkur í fyrsta lið og það eru atriði. Ok. Það sem það þýðir, þið sjáu einn ramma úr einhverju hryllingsmynd, þetta eru auðvitað horror quiz og þú átt bara einfallega að segja mér. Úr hvað mynd? Úr hvað mynd? Ok. Vantar bara titill. Ok. Ég ætla að byrja ykkur aðeins að líta undan að því ég að fara að skipta hérna yfir í, ég vil ekki sjá möppuna mínar. Nei. Og aftur hvet fólk til að horfa. Við byrjum þetta núna þegar megið opna augun. Pétur, hérna er einn rammi úr einhverju hryllingsmynd. Hvaða mynd er þetta? Eða úr hvaða mynd er þetta? Sagði ég ekki Jökull alltaf byrja? Skiptum skoðun. Og fyrir ekki sem að hlusta, sem hafið ekki tök á því að horfa, þá skulle ég reyna að lýsa þessu. Stelpa heldur fyrir munnin á einhverju manni og hann er með vasaljós, virðist með eitthvað svona skítu að hendi hérna og hún er að segja bara Ok, ég ætla að segja að þetta sé hérna úr A Quiet Place, en þetta er ekki fyrsta, þetta er þá það segja Quiet Place 2. Quiet Place 2 er rámt. Jökull, ert þú með þetta? Er þetta Quiet Place Day 1? Gott gisk, en þetta er rámt. Ok, ég ætla að segja að núna er það pressan er farin. Þið náðu allan ekki öllum. Ok. En vá, það er vel gert. Ég býr ekki algjörnvörðar. Þegar ég er ykkur líð þetta liðsmyndir. Ég er svona, ég verður ekki en ég er smáglaður. Bara svona, ok, ef þeir eru frann á öllum, þá lít ég í þetta. Þetta er úr Barbarian. Já. Ok. Hérna sjáu þið Justin Long. Já, akkurat. Einmitt. Já. Þetta, ég veit ekki það, þetta er pínu erfiður á mig. Þetta lítur ekkert út eins og Justin Long. Nei, ekki. Þú veist bara klárlega að sjá það. Ég held þetta séu Barbarian. Sáu þið Weapons, by the way, sami leikstjóri? Nei, ég sá hann alveg ekki. Hún var alveg ekki. Já. Ég er búin að heyra það, er það góð hluti? Ég var að tala um hana í þætti svo að gefa út. Já. Ok, höldum áfram. Engin stig. Það er ennþá 0-0. Það getur allt gerst. Jökull, það er komað þér. Rammi úr Þetta er Until Dawn. Það er rétt. Ok. Hefðirðu verið með þetta, Pétur? Nei, ég hef ekki verið með þetta. Sko, ég elska tölvuleikin, mér myndi bara ágætt, sko, en tölvuleikurinn er alveg frábær. Sammála því. Ok, Jökull er komið með stig, höldum áfram. Pétur, úr hvaða mynd er þetta atriði? Býttu nú við. Þannig erum við 3 kallmenn sem standa, eina konu. Býttu nú við. Þetta er Species. Það er rétt. Já. Nice. Ok, gott, ég er komin að blaða. Bæði að Pétur ekki geta neitt, 0 stig. Já, ég er einmitt Michael Madsen, Forrest Whitaker og Ben Kingsley. Ég sá Ben Kingsley og hugsaði Sexy Beast. Já. Varstu með þetta, Jökull? Nei. Ég hef ekki séð Species. Nei. Ok, en vitið það, þetta byrja skemmtilega. Já. Menn er ekki endla með allt. Nei, og ég held að bara sko að segja, eins og við rættum að þessum daginn, sem kom þér svolítið óvart, að ég er kannski ekki eins mikið að horfa á svona hryllingsmyndir í dag, sko. Þannig að, einmitt, ég hef ekki endilega séð allar þessar nýjustu myndir, sko, en ég hef séð svona klassíska myndir. Þannig að þú ert svona bara óskar. 80s, 90s, það er þetta mitt svona sterkast. Ég vonu séu eldri myndir. Já. Kemur í ljós, höldum áfram og það er Jökull. Úr hvaða hryllingsmynd er þetta atriði? Þetta er einhver besti performance sem ég séð, sko, þetta er The Purge. Þetta er The Purge. Ég held að það var ekki með þetta. Ég elskaði þennan karakter. Ég hef ekki séð þessu. Í alvörunni? Hann er það eina sem ég man eftir úr þessari mynd. Ég hef ekki séð hinar, ég hef séð fyrstu. Mér finnst það bara, sko, nummer 2 miklu betri enn fyrsta, sko. Varst þú með þetta líka? Já. Ok. Já. Purge Energy. Hann var eins og teiknimynd, bara alla myndina, sko, þessi gaur. Ég er mjög óþægilega nerver eitthvað. Ég veit ekki á hverju ég mun sjá hana. Mér langar alveg að sjá hana, en þetta bara fór allt frá mér. Ég mun taka þetta
við tækifæri Pétur. Ok. Úr hvaða hryllingsmynd er þetta? Er þetta Ghost Ship? Ránt. Ok. Gott gisk. Já. Gott gisk. Jökull, ert þú með þetta? Þetta virkar eitthvað early 2000s. Já. Þannig ertu með fullóna konu og eitthvað sem verðist vera lítið stelpa, en segja eitthvað öskran eða skamman eða eitthvað, hún verðist vera eitthvað smá hrætt. Ég er að lýsa sig fyrir fólki sem getur ekki hort. Það er eitthvað í bakgrunni sem Eitthvað bakgrunni skrítið. Hvað ætti þetta sé? Sko, já, og hún er með svona, er þetta sími sem hún er með þarna? Mér sýnist það, sko. Þannig að þetta er eitthvað early 2000s. Hún er ekki með nýjasta iPhone. Nei. Ég bara veit það ekki. Pass, þetta er Silent Hill. Já, 2006, einmitt, já. Ég sé hana. Ég var að byrja á Silent Hill 2 í gær, leikurinn. Remakeinu? Já. Mér langar svo að spila hann. Já. Ég spilaði þetta aldrei í gamla dag. Hann er á Ég var alltaf Resident Evil maður. Já, ég er líka hann er á PlayStation Plus, en ég ákvað að prófa hann. Já, einmitt. Ok, höldum áfram. Jökull, úr hvaða hryllingsmynd er þetta, Dri? Þetta er Rosemary's Baby. Þetta er Rosemary's Baby. Pétur, það er komið að þér. Úr hvaða hryllingsmynd er þetta, Dri? Þetta ekki bara Reanimator? Það er rétt. Já. Sem fagnar 40 ára afmæli. Já, einmitt. Animator. Jökull. Þetta er fyrsta bók Stephen King, Carrie. Þetta er Carrie. Já. Og ég glemdi að segja þetta. Ég reyndi auðvitað, ég vissi þetta skiptast á. Ég vissi ekki komið til að byrja. Auðvitað reyni að hafa þetta svona eins jafnt og ég er svona mögulega gett. Ok, og Pétur. Já, ok, þetta er náttúrulega augljóst á serían. Nú bara spurning, númer hvað. Hvað segir? Hann eru með einhverja menn sem er að vinna við eitthvað skona dúkku sem liggur hann á borðinu. Já, þetta er eina af fyrstu myndunum. Þetta er Child's Play 1, 2 eða 3, sko. Það er nú bara spurning. Við erum með 3 þegar hann er í hernum hana. Ég ætla bara að segja að þetta sé... Er það nasty að mér að hafa eitthvað svona? Þetta er svona hvað? Við vorum alltaf að tala um að við vorum næstum bara að tala um Child's Play. Ég ætla að skjóta Child's Play 2. Það er rétt. Nice. Varstu með þetta, Jökull? Þú fattar það, já. Það er langt síðan ég sá þessa myndi. Ég sá þessa myndi lungu sér, sko. En já, ég svona dróði svo álutum, sko, þeir eru eitthvað skoðan hana. Ég sagði, það hlýtur að vera eitthvað búið að gerast. Fyrst er örugglega búin. Já. Ok, Jökull. Hvað ætlið þú fáið núna? Þetta er síðast atrið. Ok. Númer 10. Úr hvaða mynd er þetta atrið? Þetta er... Ég var að horfa á hann daginn. Er þetta ekki Hellraiser Bloodlines? Er þetta að spurja mér að segja? Nei, býtu, þetta er ekki Bloodlines. Er þetta ekki Hellraiser Bloodlines? Nei, þetta er Hellraiser 3. Það er rétt. Já. Ok, wow. Ég var að fara, er þetta ekki Hellraiser? Stundum að smenn segja, er þetta að spurja mig? Ok, þú færst þig fyrir þetta. Vel gert. Ég var samt að sjá Bloodlines í fyrsta sinnum daginn. Mjög svo fín. Já. 4. Ég vissi ekki að Adam Scott var í henni. Er þetta ekki Adam Scott? Nei, ég vissi ekki. Það er svolítið síðan sá. Gaurinn og Parks and Recreation. Já, hann er í henni. Vá, ok. Nú þurfum ég að horfa aftur hana. Já, strákar. Fyrsta rándi. Ok. Hvað líst ykkur á þetta? Þetta er bara ágætt. Ég þarf glaðins að bæta mér sann, sko. Fyrsta stigum búið. Já. Pétur, þú ert með 3 stig. Jökull, þú ert með 5. Ok. Já. Það er nú með... Þetta er eini. Engin munur. Og eitt ég gleymd að segja, en ég hef það alltaf með í þessum spurningkjöndum. Sá sem er undir, fara að velja hvort hann byrji eða að anstæðan byrji. Ég ætla þá núna að láta Jökull byrja því ég byrja hann. Jökull, ég gleymdi einu strákar. Ég var að fatta það núna. Við varum svo mikið að pæla hérna á hann með jarðarförinu umhauðinni og hvernig þið hérna kynntust hérna hittust fyrir utan podcastið. Ég gleymdi velunum. Herri, já, eru verðlaun? Já, það eru verðlaun! Nei. Ég er með þau hérna. Jesus. Pétur fer með þig. Já.
Ég byrðist afsökunar, ég hef ekki komið með þetta strax. Ok, þess að gera svona ennþá meira spennandi, það eru vel. Og mér fannst þetta við hæfi, ég vildi hafa eitthvað smottir í. Ég vonaði eigi þetta ekki. En ef svo, þá þetta skipta. Já. En ég vona ekki. Nei! Já! Mér fannst þetta vel við hæfi. Þetta er mjög vel. Friday the 13th, bolli. Eigið þið svona? Nei. Ok, yes! Þetta er bara gegja. Þannig að þetta er Jason, stór bolli. Og því bollarnir hjá mér, það er ofta eitthvað svona stórt. Ég er með Cthulhu bolla minn hérna og ég á Bioblaðs bolla og alls konar. Þannig að mér finnst þetta vel við hæfi og til þess að gera þetta aðeins meira töff. Það fannst mér líka við hæfi. Það er að koma að rekkjavaka. Svona, það er nammi dagur. Í svona hauskúp. Ég sá þetta í krónun á hann. Ég verða að bæta sér við. Hauskúpa úr krónunni með svona nammi. Þetta er krútlegt. Þetta er gegja. Er þetta ekki þess virði að berjast fyrir strákar? Alveg klálega. Ég þarf að reyma í gang. Ég stengglind þessu. Núna Pétur búið hann öllu. Ég er náttúrulega meira sjónræðin heldur en, Ok. Sjáum hvað setur. Humda svona hérna á borðinu að sjá þetta allir. Spilið mitt hérna. Já. Hvernig kemur það út? Fyrir jólinn. Frábært. Ég veit ekki nákvæma dagsningu. Þannig að þetta er bara frábæra auglýsing. Ég getur geggja auglýsingu, það er spilið. Ok. Höldum áfram. Hvað sér á Jökull? Þetta er ránd sem að mér þykir mjög vænt og mörgvist skemmtilegt. Þetta er það sem ég kalla plaggatleikur. Það fáið þið plaggat upp á skjáin. En ég er búin að taka titilin úr. Eða af plaggatunum. Þið er bara sem titilin. Mjög einfalt. Við byrjum á svona sjónrannut. Lítið aðeins undan, strákar. Ég vil ekki sýna ykkur möppuna mínu hérna. Þetta á alltaf að vera surprise. Jökull þá byrjar og þú mátt horfa núna. Jökull, hérna séu plaggat. Hvað myndir þetta? Þetta er Don't Breathe. Don't Breathe. Þetta er bara easy, greinilega. Pétur, sjá hvort þú fáir eitthvað easy líka. Já. Hvaða mynd er þetta? Er þetta ekki Slither? Slither er rétt. Jæja, Jökull, næsta plaggat. Hvað myndi þetta? Þessi er geggjuð. Þessi er einmitt upp á alls. Þetta er Trick or Treat. Trick or Treat? Ekki Gene Simmons myndin, heldur ég. Hvað svo ekki? Ekki Gene Simmons og Ozzy myndin, sko, en hún er líka skemmtileg. Er til önnum mynd sem þetta Trick or Treat? Já. Með Gene Simmons og Ozzy Osbourne og Crest. Það er þetta magna. Þeir eru á plaggatinu. Þeir eru báðir samtals í myndinni í svona 1,5 mínútu. Hvað ár gerir þessi mynd? 80 og eitthvað, 88. Já, hvað er hún svo gömur? Já. Ok, Jökull, þú varst með þetta. Þetta var bara easy peasy. Pétur? Þetta er Hostel. Þetta er skýtlegt. Þetta var skýtlegt. Það verður nú að vera skýtlegt inn á milli. Auðvitað. Of course my horse. Er það ekki Jökull? Hvað myndi það? Þetta er nýja Salem Slott myndin. Þetta er upp á Stephen King bóki mín, en... Hvernig var þessi nýja? Ég hef ekki síðan. Sko, mér fannst hún ágætt. Ég elska Tobe Hooper útgáfuna, sem kom út þetta 70 eitthvað. Hún kom einmitt út á ammali mín í fyrra og ég eitti ammali mín með heima veikur að horfa á hana. Já, þessi? Já. Okay. Þannig að þetta er bara easy peasy fyrir þig. Já. Búin að sjá hana og allt. Pétur? Ég hef ekki getað þessa, sko. Þú er ekki, þannig að þú er fegin bara að bóka í fegin að Jökull byrja. Já, ég er bara valdur rétt á að hann byrja. Þannig að skipti máli. Þú veist hver röðin er. Ok. Pétur. Já, þetta er hérna Funny Games. Funny Games. Ég hef ekki náð þessari, ég hef aldrei heyrt hana. Vitið það, strákar? Þetta byrja vel. Þetta er bara sko keppninu að byrja mjög vel. Það virðist það nokkuð jafnt. Ok, Jökull. Hvað færð þú? Þetta er Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Vel gert. Pétur. Þetta er Paranormal Activity. Númer 2009, þetta er fyrsta. Þetta er fyrsta. Þetta er parið hana, já, í fyrsta myndinni. Þú getur sýnt með Paranormal Activity plakati, ég myndi ekki geta sagt þér hvað það er. Ég maður þess að sko... En visstu þú samt þetta? Já, þetta er svolítið iconic. En sko ég, þú veist, munið þið ekki þegar hún kom út?
og maður var að sjá þetta buzz alveg, sko. Ég man að maður búin að fylgjast með þessi marga vikur og mánuði, sko. Það væri einhverjana svakalega low budget mynd sem var að koma út í Bandaríkjunum sem að fólk var bara að tala að væri bara einhver svakalegasta hittingsmynd fyrir og síðar og þetta var rosa mikið hype, þess að alltaf bætast við bara, fá Svona Blair Witch stemmi. Þetta var svolítið hannig. Og náttúrulega, ég man ekki eins og lokatölunar, en það var, hún var að græða einhverjum $100 million á, eitthvað innan við $100,000 budget, sko. Þetta var bara eitthvað, já. En hún sniðu. Eins og Blair Witch, sem ég myndi ekki svaklega hrifin af, hún sniðu. Og það svona gamanleika við þetta horror-genre. Þeir geta leikið sér endals með þetta. Og þetta þarf ekki að kosta handlegg. Nei. Það er sammála því. Það er komið að Jökli. Jökull, hvað myndi þetta? A Bitch of a Werewolf Movie. 6 Men, Full Moon, No Charge. Er þetta Wolf Cop? Nei, byrju... Dog Soldiers. Ég get ekki gefið stig fyrir þetta. Hann er búinn að segja. Já. Þú segir Wolf Cop. Já. Og það er ránt. Þetta er Dog Soldiers, sko. Þetta er Dog Soldiers. En þetta er sant, já, ég fattaði það, sko, að ég sé þessa mynd, sko, þannig að þetta er Neil Marshall mynd, sko. En ef þið eru að hugsa eitthvað, þið verðið að passa ykkur að segja ekki. Já, ok. Þú segir, er þetta Wolf Cop? Og ég bara, og svo, þá, þú veist. Já. En varstu með þetta? Ég var með þetta, sko. En þetta var samt alltaf, já, orkar smá tíma þess kannski, sko, því að hann var búin að segja. En ég sé þessa mynd, sko. Þetta er mjög, skemmtileg mynd. Mér finnst þú mjög skemmtileg. Góð varulmynd. Bresk. En því miður, þá kannski ég verð bara... Já, þetta er bara 0. Þetta er bara 0 stíg. Ef þú vinnur með 1 stíg, Jökull, þá getur tekið það upp. Það var ég ætla að smakka nammi líka með. Drekka einu svona bollanum. Þú mútt eiga skála. Þetta eiga húskum. Ok, síðasta plakati. Og það er... Já, Pétur. Þetta er nú er að stóla úr mér. Þetta er Videoróm. Ég veit hvað mynd þetta er. Nú bara þið að segja þetta rétt. Þetta er Cronenberg mynd og þetta er, já, Videoróm. Ég gef hún rétt fyrir það. Videodróm. Eitt staf og líka út af Dog Soldiers stóttunum. Það er bara hæsti. Ok, Pétur. Samanstu það. Já, Videodróm, akkurat. Ég svo hann í fyrsta skipti bara fyrir 6 mánuðum eða eitthvað. Hvernig varst þú? Ég elska James Woods og ég fíla Cronenberg í drast. Þannig að mér fannst hún mjög skemmtileg. Þetta er ekki uppbóðs Cronenberg myndi mín. Nei. En ég fíla hana. Jæja, strákar. Staðan eftir 2 liði. Pétur, þú með 8 stig. Jökull, þú með 9. Ok. Þetta er að fara eins og ég vildi. Já. Ok, þetta er spennandi. Við erum búin með plakutinn. Pétur, þú ert ennþá undir. Já. Vilt að hann byrji? Ég ætla ekki að segja lið. Ég ætla að halda því bráfram að því. Ég náði betra þegar hann byrjaði. Þannig að halda því áfram. Jökull, þú byrjar. Og ég segi bara 1 svar. Já. Núna erum við að fara í almennar spurningar. Það getur verið hvað sem er. Þetta eru 10 stykki, 5 mann. Alltaf 1 í einu, sant? Alltaf 1 í einu, en þú getur samt stólið. Og þetta Jökull, þú getur stólið hjá Pétri. Jökull, ertu tilbúin? Heldur betur. Viltu vatn? Já. Fáðu vatn hérna. Það er alveg vel smurðir hérna fyrir. Vel smurðir fyrir næsta lið. Jökull, hvað heitir leikarin sem lék trúðinn Pennywise í It og It Chapter 2? Bill Skarsgård. Það er rétt. 1 stig Jökull. Pétur, nú kemur ljós hvort þú valdir rétt að sáta hann. Nú er það. Hvað heitir leikarin sem lék aðalhlutverkið í 90s varulvamyndinni Wolf? Val Kilmer. Það er að ránt. Nei, nú man ég. Jökull, ert þú með þetta? Wolf? 90s? Ég veit þetta þegar ég bara, sagði villast. Ertu pyrraður? Smá. Ég hljópa á mig hana. Þetta er ekki hraðaspurningar. Ef hann veit ekki, má ég samt segja svara þó ég fá ekki stig fyrir það. Það var bara stoltið. Já, einmitt. Er það Benicio del Toro? Ránt. Það er Jack Nicholson. Það er Jack Nicholson. Pétur! Þetta var klikk. Þetta var klúður. Ég var fljótur á mig, sko. Þetta var klúður.
Jökull, hvað heitir morðinginn í Psycho? Hann heitir Norman Bates. Rétt. Mér er svo gaman að horfa svona beint í keppendur og reyna á algjört pokerface og svo bara, það er rétt. Þetta er rosalega svona viltuna miljón. Já, ég er að hugsa það. Það vantar bara svona ding, dong, ding. Já, vantar ég mikið þar tónlist hérna undir. Pabbi minn sko vann hjá Stöð 2 og í félagsmiðstöðunni þegar ég var 13 ára, þá vorum við með svona viltuvinna miljónkeppni í félagsmiðstöðunni og pabbi græjaði soundtrackið úr þættinum bara á CD fyrir mig. Bara allt, bara, þú veist, bara hljóðinn og stefinn og, já. Djú snill, það væri gaman að ef ég fengi svona horror útkofa af því. Ok, höldum áfram, er ekki komið að þér, Pétur? Jú. Og mundu, þetta er ekki hraðast. Nei, ég segi það, þetta vera róluð næst. Ég var eins og með það. Hraðaspurningar, það er crazy. Ok, hvað heitir morðinginn? Þú fær líka morðingarspurningu, eins og ég vil. Hvað heitir morðinginn í American Psycho? Hann heitir Patrick Bateman. Það er rétt. Jökull. Hvað heitir leikstjórinn sem gerði The House of the Devil sem kom út árið 2009? Ég veit aldrei hvort það sé T eða Ty, en Ty West. Já, þú hefði fengið rétt fyrir hvort sem það verið. Ty West. Það er rétt sér. Pétur. Hvað heitir leikstjórinn sem gerði From Beyond sem kom út árið 1986 og var byggð á smásögu eftir H.P. Lovecraft? Ég er ekki með þetta. From Beyond. Þess að horfði ég á í fyrst skiptum daginn. Já. Út af því ég samti spurninguna. Ég samti spurninguna á þenni svo myndina. Bara ég ætla að tjekka þessari. Hvað heitir leikstjórinn sem gerði From Beyond? Já, ég nú verið að hugsa hvað geti verið eitthvað raunhæft gísk, sko. Því ég er ekki með þetta. Þú ert ekki með þetta. Hvað dettur í hug? Veistu hvað mynd þetta er? Já, ég sé alveg plakatið fyrir mig, sko. Ekki síðan það? Nei, ekki síðan það. Nei, ég held ég verið að passa það bara, ég er ekki með þetta. Þú passar þetta? Já, ég er bara að gefa jökli svarðin. Jökull, ert þú með þetta? Ég á að vita þetta. Þú átt að vita þetta? Þetta er sami leikstur og gerðir í Animator og bara allar þessar H.P. Lovecraft myndir, en ég er alveg að blanka á nafninu. Þú ert að blanka á nafninu. Er þetta ljósin? Er þetta pressa? Þetta er pressan. Sko, þetta var svona Barbara Crampton og hinn leikar sem leik Herbert West. Hvað? Stuart Gordon. Það er rétt! Þetta var vel gert! Þetta var vel gert! Þetta var vel gert! Jökli gengur vel í þessu, almennu spurningum. Herru, það er Jökull, þú stalst þessari. George A. Romero gerði Land of the Dead, en myndin skartaði meðal annars Dennis Hopper og Asia Argento. Hvaða ár kom út? Land of the Dead kom út 2005. Rétt. Vel gert, maður. Þetta var algjör skiss, sko. Ég veit að hún kom út eftir Dawn of the Dead Endgame. Einmitt. Vel gert. Ég fór að þessi bíó. Já. Sýnum tíma. Ok, Pétur. Hvað heitir japanski leikstjórinn sem gerði hérna ógeðslegu Audition sem kom út árið 1999? Ég er ekki með þetta heldur. Ég veit hvað mynd þetta er, en ég hef ekki séð nefnt, sko. Og þetta er svona ekki með nafni, sko. Þú passar þetta? Ég verð að passa þetta. Þú passar þetta? Jökull, þú með þetta? Ég er ekki með þetta, sko. Ég hef séð hana einu sinni og það er nóg. Já. Hvað heitir leikstjóri? Jökull er að hugsa þetta hérna. Ég held að Silvía eigi boxsetti af þessum leikstjóra heima. Ég þarf að fá svar, bro. Já, nei, ég þarf að segja pass. Þú passar þetta. Þetta er Takashi Miike. Já, einmitt. Hann er nú svona legend í bara svona... Já, maður kannast í nafnið náttúrulega, þegar maður heyra. Og það er Jökull. Hver lék Candyman í samnefndri kvikmynd frá 1992? Tony Todd. Tony Todd. R.I.P. Dó hann ekki bara í ár? Nei, fyrra. Já, bara í fyrra. Hann var þarna í Bloodlines. Já, sem kom hún í ár, sko. Og hann
hann dó áður hún kom út. Já, einmitt. Pétur kláraði þetta. Já. Hvað heitir leikkonan sem lék aðalhlutverkið í Midsommar frá 2019? Já, það er Florence nú var aftur svona framburðar líka þú færst Florence Pugh eða Plá eitthvað Pugh, akkurat ég er ekki að segja, þetta þú voru að bera þetta rétt fram ég var alltaf að kalla það Florence Pugh já þægilega ok, Jökull, þú varst fire í þessu Jókan fórskoti sinn þetta, þú voru að taka á já ég er með móral það er þetta skemmtilega liður eftir já ok þú ert með Pétur, þú ert með 10 stig og hann er með 15 já Jökull með 15, Pétur með 10 ok jæja strákar er það ekki bara næsti liður? jú Pétur er ennþá undir, viltu byrja núna eða viltu að hann byrja? Sko, nú er þetta svona típist, ef ég byrja núna, þá koma þá að þetta slæmi spurninguna. Hvað segir innsæðið þitt? Ég skal byrja núna, ég tek þetta núna. Þú ætlar að byrja núna? Já. Ok, lítið aðeins undan af því að við erum að fara í lið sem ég kalla Scream Queens. Ok, áhugavert. Þetta er í sjónvarpinu. Nei. Ég sá ekki neitt. Ég veit það. Þið megið opna augun. Ok, ekki segja neitt strax. Pétur. Ok, þessi lið The Scream Queens. Og ég er ekkert endilega að segja það allar sem leikonur sé einhverjar hardcore Scream Queens. Þetta er bara leikonur, hryllismyndir. Ok, það sem er kúluð þennan lið það eru 2 stig í boði. Ok, geggja. Pétur. Nú get ég gett eitthvað. 2 stig. Þannig að ef þér gengur vel og honum illa, þá getur þetta breyst. Þá ertu búin að saxa á þetta forskot. Helvíti hratt. Ok. Þið fáið svona mynd á skjáin. Þetta er einmitt atriðurkum mynd. 2 stig. Ég hef verið í góðu skapi í samtíð þetta. Það er að segja bara nafn á leikunni og nafn á bíómynd líka. Já. Ég þarf bara nafn á bíómyndinni og nafn á leikonunni. Ok, þetta er Texas Chainsaw Massacre frá 2003 og þarna er leikonan Jessica Biel. 2 stig fyrir Pétur. Ok. Jökull, ert þú núna stressaður eða bara spenntur og hugsaðu með þér, ég get bara aukið fórskotið ykkar? Sko, ég vil að við séum svolítið jafn. Já. En þú er svolítið að gera þetta besta. Já. Þú er kannski, ég veit ekki, ert þú með mikið keppniskap almennt? Nei, ég nefnilega er ekki með neitt keppniskap, sko. Það er að bjóða ykkur. Ég er með keppniskap. Að vera með mér í liði í einhverju, sko. Það er bara að fólk verður brjálað. Þegar mér gæti ekki verið meira saman hvort við vinnum eða ekki. Anstæðið mig, ég er að vinna allt. Ok, er ykkur kalt, strákar? Það er umlað opinn. Ég er bara góð. Er það góður? Já, ég er í Jason-peysunum. Ok, höfum það brópið. Jæja, Pétur, þetta byrja vel hjá þér. Já. Scream Queens. Búin að minnka munin. En ykkur að segja að þetta eru bara 8 spurningar í þessu, ekki 10. Ok, Jökull, hvað fær þú? Ég þarf að fá, býtu, án að segja eitthvað. Ég er að spyrja nafnið á þessari leikonu og ég þarf að vita úr hvaða mynd þetta er. Ok. Þetta er, þú vilt fá Neve Campbell, ekki Emma Roberts, í Scream 4. Hann gerði þetta smooth. Ekki Emma Roberts, ég veit báðar. Ég veit. Ok, þú fær 2 stig. Og þetta er, mér er þessi mjög valmöndin, sko. Ég er sammála, þetta er, hún er allavega, já, mér finnst þetta, þá allavega Scream 6 kom út, sko, þá var þetta mínum að næst besta Scream-myndi. Hún er allavega betur en 5. Miklu betur en 5 og miklu betur en 3 og jafnvel betur en 2. Mér finnst það betur en 2. Já, ég veist samt, sko, Scream 2, 4 og 6 finnst mér alltaf vera mjög svona á pari, sko, og ég alltaf sinn charma, sko. Já. Ertu sammála einhvern sagði á? Þið finnst 4 betur en 2? Já. Út með ykkur báða. Það var enginn þetta nammi. Ég er að tjóka. Höldum áfram. Pétur. Já, þetta er úr A Nightmare on Elm Street frá 2010, sett endurgerðinni. En hvað heitir þessi leikona? Það er önnur spurning.
Er þetta nasty að mér að vera með þennan ramma? Þetta er smá nasty, sko. Það er að koma hína, ég geta sagt Rooney Mara. Miðað hvað við drulluðum yfir þessa. Hraunir yfir þessa mynd, ég hef ekki séð hana mörg ár. Ég man ekki hvað hann heitir. En ég get sagt þér að þú ert allar að koma með stig. Já, ég kom með stig. Þú ert með titilinn. Já, ég hefði vitað að Rooney Mara, sko, en ég er ekki með þessa, en þegar þú segir nafni þá verður svona, Það eru brjálar. Já, en Ok, þú ert með stig, ég ætla að gefa bara strax stig hérna, Pétur. Jökull, ert þú með leikonuna? Nei, ég held til lengi þetta árið Blake Lively. Já, smá líka. Ég meina bara þegar ég sýndi þér, það varst að horfa á myndina. Minn þegar ég var að horfa á myndina, ég var alveg sannfærður að þetta væri Blake Lively. Það er ekki Blake Lively, þetta er Katie Cassidy. Já. Þetta var erfitt. Í hverju öðru var hún? Hún var til dæmis í... Hún var í Gossip Girl eða eitthvað svoleiðis. Hún var í Supernatural, minnum mig, eitthvað svona auðvitað ekki þar. Mér minnur þetta að vera vinkonannar í Taken. Dóttarnas bræðis. Ok. Það er þá Jökull, 2 stig í boði, leikona og mynd. Þetta er sko gateway horrorið mitt, sko. Já. Þetta er eiginlega svona, þetta er svona Jessica Alba í myndinni Idle Hands. 2 stig. Ég var 11-12 ára þegar ég sá hana. Já, ok. Og áður en ég sá hana, þá var ég alltaf hrættu við að horfa á hryllingsmyndir. Ég fíla alveg spooky shit, sko, en ég þorði aldrei að horfa á myndir sem var bara 16. Svo sá ég þessa og þá allt í einu vaknaði svona pattan í mér og ég byrjaði að leigja hryllingsmyndir. Þá var ekki aftur snúið og hér eftir í dag. Þá svona að fatta, ok, þetta er ekki eins slæmt og ég held að þetta væri. Þetta er ekki træðilegt. Þetta er actually bara skemmtilegt. Ok. Ég var geður skotin í henni þegar ég svo sem mynd. Hver var það? Ok, Pétur. Já, þetta er náttúrulega Jamie Lee Curtis og nú er spurning hvort þetta sé, þetta er annarkvort sko Prom Night eða Terror Train og ég ætla að segja að þetta sé með bakgrunn þetta sé Terror Train. 2 stig. Vel gert. Gott. Þetta var mjög vel gert. Ok, og það er komið að Jökli. Höldum þessu gangandi. Hvað er leikonan og hvað er myndin? Leikonan heitir ég er að blanka á þessu. Sko, myndin heitir Ready or Not. 1 stig. Já. Samara Weaving. Já! Ég var að reyna að muna, hvað heitir þú hérna Hugo Weaving? Ég held að þetta sé frankans. Er þetta frankans? Ég held, þau eru eitthvað skild. Já. Hún var náttúrulega einmitt í opnaður hann Scream 6 voru ekki sömu leikstjórar líka einmitt? Jú. Mögulega rétt. Er ég með eitthvað Scream 6 spurningar? Ok, Pétur. Og hvað myndi þetta? Og hvað heitir þessi leikona? Já. Horror-quizið? Já, ég er ekki með þetta. Þú er með hvorugt? Ég er með hvorugt, ég bara tengi ekkert við hennar ramma. Þú tengir ekkert við þetta? Nei, kannast ekki við leikonuna heldur. Jökull. Ég flóti bræðallan ekki, hún sé mjög vel í dulargerfi. Er þú með þetta? Mögulega í dulargerfi? Mér langar að segja þetta sé Hush. Hush? Og... Þú mútt að segja það þá? Já. Já. En ég man ekki hvað leikonan heitir. Og þið er ekki með það? Nei. Þessi mynd, ég valdi þetta sérstaklega fyrir sjálf á mig. Já. Okay. Ég elska þessi mynd. Okay. Ég var bara að sjá hana einu sem satt. Mér varst þú þrælskemmtileg. Okay. Þetta er myndin Malignant. Já! Ég hef ekki séð hana. Ég hef séð hana, sko. Já, þú hefur ekki séð hana? Nei, hún er á vatnslistanum hjá mér. Með Annabelle Wallis. Hún er alveg, hún er styrlu, sko. Þetta er bara... Mér varst þrælskemmtileg. Mjög skemmtileg hef ég heyrt, sko. Já, þið var ekki með stið. James Wan eða ekki? Jú. Akkurat. Vanmetin mynd. Ok. James Vanmetin mynd. Já. Þú fær stig fyrir þetta. Kláraði þetta, Jökull. Úr hvaða mynd er þetta og hvað er leikonan? Þetta er Evil Dead endurgerðin og leikonan
Hún var líka í, Don't Breathe. Nei, ég man ekki hvað leikona heitir. Þú ert að blanka á leikonni, Pétur ert þú með það. Nei, þú fær stig fyrir Evil Dead. Ég er ekki með það heldur, sko. Þú ert ekki með það, þetta verið gullið tækifæri til að næla Ég veit það. Hún heitir Jane Levy. Já, Eða Jane Levy. Hefði ekki fatta. Já, Flott í þessar mynd. Já. Ok, strákar. Þetta er skemmtilegt. Þú varst með 7 stig og þú varst með 5. Ok. Þetta er samt ekki búið. Þetta er ekki búið. Það er alveg slatta stigum eftir. Þið ættir að sjá síðan næsta liði sem ég er búin að vera spenntustu fyrir. Kemur í ljós hvernig hann verður. Mér er svo gana að pína með hérna. Því ég veit alltaf svörin. Staðan er, þú ert með 15, Pétur. 15 og þú ert með 22. Jökull. Ok. Þetta er ekki búið. Ok, strákar. 15 og 22. Pétur með 15, Jökull með 22. Þú ert ennþá undir, Pétur. Viltu byrja eða viltu að Jökull byrji? Herri, við sendum boltin yfir Jökull núna. Jökull, þú byrjar. Þetta er bara tilfinningar rússíbani hérna. Þetta er það, ég bara... En þó þessu ekki keppnismenn. Finnst þú þetta gaman? Þetta er mjög gaman. Mjög gaman. Ég elska pubquiz og svona spurningkeppni, sko. Já, ég er sko alltaf gaurinn í keppninu sem er bara, það er bara gaman að taka þátt, sko. Já, bara, takk fyrir að bjóða mér. Og það hata allir að vera, það vil engi vera í liði með mér, þegar ég er alltaf bara, það er bara gaman að vera með. Já. Ok, lítið aðeins undan, strákar. Svo ámann okkar vini sem eru með brjálakeppniskap, sko. Það er alveg, þeir skilja ekki þetta hjá manni, sko. Ég er þannig. Ok, hvað sagðir, ætlar að þú... Nei, Jökull byrjar. Ok, þið megi horfa á skjáin, ekki segja neitt. Ég átti að útskipta þess fyrir ykkur. Þetta kalla ég bara rétt eða ránt. Ok. Já, ekki segja neitt strax. Ok. Þannig að ég er rauninni bara að spyrja. Það er hérna... fullering, hérna á sjónvarpinu. Já. Ég ætlaði fyrst að hafa þetta bara munnlegt, svo hugsaðum við það, kannski þægilega fyrir að sjá þetta líka. Hérna er eitthvað fullering og ég ætla að lesa hún upp á eftir og þið eigi bara, þegar kemur að ykkur, þið eigi bara að segja mér, þetta er rétt eða þetta er rátt. Okay. En það er smá twist í þessu. Twistið er, ef að þú segir til dæmis, herru, þetta er rétt fullering og það er rátt hjá þér, þá fær Pétur stig. Ok. Hann fær sjálfkrafastig. Ok. Ef að þú segir bara pass, þá fær hann ekki pottet stig, en þá fær hann möguleika að svara, en þá getur Jökull líka mikið stig. Já, akkurat. Skilur, ef að þú segir, ok, ég með þetta. Þetta er ránt. Skilur hvað er að fara? Ég skilur það. Já, þannig að það er hægt að segja pass. Já, ef þið segir báðu pass, þá fær engin stig. Ef maður er í tómutjónu, veit ekki að það er betra að segja passa, þá er maður ekki alltaf að gefa hérna sjálfkrafastig. Já, ok. Skiljið hvað það er að fara? We get it, ok. Þetta getur þér svolítið skemmtilegt. Já, þetta er skemmtilegt fyrst. Og annað, ef þið segið einhver fullering sér til dæmis rétt, þá verður allt að vera rétt í fulleringunni. Já, einmitt. Kannski kom okkur ártöl, leikaranöfn, leikstjórnöfn, skiljið hvað það er að fara? Þannig að þetta er bara eins og að taka skriflega bílprófi. Já, akkurat. Vonandi skemmtilega. Ok, við byrjum þetta núna. Jökull, fullering 1. Er þetta rétt eða ránt? Sarah Michelle Gellar lék lítið hlutverk í Scream 2. Það er rétt. Það er rétt og þú færð stig, Jökull. Pétur, fyndi vorum að tala um þessum. Já. Pétur, fullering nummer 2, rétt eða ránt. Phantasm er fyrsta myndinast Joe Dante. Ég ætla að segja að það sé ránt. Stig. Þess að það er rétt. Já. Það er ránt. Jökull. Fullering 3. The Mist eftir Frank Darabont er endurgerð af ástralskri mynd sem kom út árið 1994. Það er ránt. Stig. Ég ætla að reyna að vera eitthvað svona, ef ég hef svo ástralskri mynd, kannski halda þér. Og Pétur. Day of the Dead
eftir George A. Romero kom út árið 1985. Það er rétt. Það er stig. Jökull. Dennis Dugan, sem leikstýrði meðal annars Happy Gilmore, lék hlutverk í varúlamyndinni The Howling frá 1981. Er þetta að fara að þyngjast aðeins? Ég ætla að segja pass. Þú ætlar að segja pass. Jökull er að spila þetta taktískt. Já. Þetta er svona gískspurning, sko. En ég ætla bara að segja þessi rétt. Stig fyrir Pétur. Og hann var ískaldur. Þetta er rétt. Hann lék hlutverk í Howling. Já. Eins og það til dæmis, þetta er rétt, að hann hafi leikst Happy Gilmore, að Árdalis er rétt, þetta getur trikki. Okay. En Pétur, það er komið að þér samt núna. Já. Þú varst að stela hann einu stíð. Einmitt. Aðeins að saksa á fórskotið þá. Fullyrðing 6. Alison Williams lék í Get Out, en Alison lék líka í Showtime þáttunum The L Word. Það setja sér rámt. Stig. Þetta var algjörn gísk. Þú varst ískaldur samt. Já, ég bara hugsaði, ok, þetta er allt of mikið upplýsingum. Getur ekki allt verið rétt. Ég reyna að vera hver Alison Williams. Já, það er bara máli. Ég veit ekki hver hún er, sko, þannig ég veit ekki bara þetta. Sko, þetta var svona trikk spurning. Já. Af því Alison Williams, ég vissi hver það var til þess áður maður sá hann í Get Out. Hún var konan hans í Get Out. Já. En hún lék í HBO þáttunum Girls. Já, akkurat. Þannig ég ætla að vera geðið sniður. Ef að þið ykkur myndi svona minna svona, já, býtum við minnir að hún að leiki. Já, ykkur þáttum, akkurat. Þetta var stig. Já. Pétur. Mjög gott. Jæja, Jökull. Já. Það er fullyrðing 7. Behind the Mask, The Rise of Leslie Howell kom út árið 2006. Rámt. Sérðu hvað er rámt í þessu? Þetta er stig. Þetta er réttu þér, Jökull. Hún heitir The Rise of Leslie Vernon. Já. Mér finnst þess að hún hafi komið út, sko, 2008. Nei, hún er ekki 2008 held ég, hún er ekki 2007. Mér finnst það að vera nýrri en 2006, sko. Og getur bara 100%. Þetta er alveg ártalið rétt. Okay. Ártalið er rétt. Það er Leslie Vernon, já. Er hún svo gömul? Einmitt. Góð mynd. Ég var bara að hugsa ártalið og svo allt í þegar hún sagði, þegar hún spurði, þá allt í tók ég eftir Howell. Já. Varst að fókusa fyrst ártalið? Já. Já, ok. Ég var svona vona en það er svona lauma þessu. Mér fannst það eins og hún væri nýrri en þetta. Jæja, Pétur. Síðasta. Ok. Nei, var ég með 10? Ég manna það ekki. Ég er með 10. Ok. Það er ekki síðasta. Fullyrðing 8. Pétur, morðinginn í Hatchet heitir Aleister Crowley. Það er rámt. Victor Crowley. Já, stig! Það lítast að góða þarna. Jökull. Fullyrðing 9. Jessica Rotey lék aðalhlutverkið í Happy Death Day og líka aðalhlutverkið í Happy Death Day to You. Ég ætla að segja... Nú man ég ennbla ekki hvað aðaleikona heitir, en ég ætla að segja rétt. Stig. Ok. Já. Og varstu með það, Pétur? Hefur þú þórað að giska á þetta? Ég veit ekki alveg, ég hef bara séð fyrirmyndina, sko. Happy Death Day. Sama hér. Ég myndi ekki bara hvernig þið var með nummer 2, hvort það var sama leikuna eða hvort það var eitthvað nýtt scenario, sko. 2 er stór skemmtileg. Já. Þetta er svona meira svona sci-fi grínmynd eins og Weird Science og Back to the Future og þannig svona fyrir. Þetta er ekki beitt hryllingsmynd. Ok. En Happy Death Day er hryllingsmynd. Já. Happy Death Day slasher, hinn er meira svona, Weird Science, eitthvað svona. Ok. Mæla alveg með henni, sko. Já. Mér fannst fyrsta alveg fín, sko. Já, alveg gaman að henni. Það er klár með þetta og það er Pétur. Fullyrðing 10.
Mary Elizabeth Winstead lék í Black Christmas endurgerðinni sem kom út árið 2006. Það er rétt. Stig. Pétur, þú varst fire í þessum lið. Já, þetta var besti liður minn hingað til. Hvernig fannst ykkur þetta? Þetta var skemmtilegt. Þetta var stressandi. Já. Af því að þið gætir rafsa. Já, ég það svolítið gafin að þessu. Það er svona, því ég var að semja þetta og svona, já, getur svona, þetta gæti svolítið stöðamenn. Svona, þú er 6 stig, Pétur, þú varst með 4. Ok, þannig að minkaði 2 stig. Ok. Enda 5 stiga munur, sant? Það er 5 stiga munur, það er rétt sér. Þú ert með 21 stig, Pétur. Jökull, þú ert með 26. Ok. Nú förum við í skemmtilegt dæmi. Og ég ætla að segja, þetta er síðasti flokkurinn, eða síðasti liðurinn. Þið megið að horfa. Ok. Bara, Jökull var bara sétt, ég má ekki horfa. Þið megið að horfa á þetta. Og þetta er aðeins öðruvísi heldur en hitt. Þannig ég ætla að lega okkur að sjá þetta. Býttu þú þetta ennþá undir. Ok. Að því að þetta eru flokkar. Hérna sjáu þið flokkana sem ég er með og þetta eru bara spurningar. 4 flokkar. Þegar þetta skiptist bara á. Það eru 3 spurningar í hverjum flokki. Ok. Og það er ekkert svona að hafa engar rafsíkar en neitt. En þið getur síðan stólið af hverju öðrum. Flokkarnir eru draugagangur, beittar tennur, mér finnst ég svo sniður því samtíma, blóðug slóð, óþekk börn. Ok, þannig að ég vel fyrir mig núna fyrsta flokk. Já, þú veist, þessu eðlilega vilt þú velja væntanlega fyrst núna. Ok, að þetta eru valflokkar. Ég ætla að taka blóðug slóð. Það eru Þú ætla að velja blóðuga? Það eru slasherarnir sem hafa verið sérstið hjá manni, sko. Það gæti alltaf verið hvað sem. Ég veit það. Þið eru bara svolítið að taka sénsinn. Þetta er sénsar, já. Mér fannst ég vera svo sniður í samt þess að flokka. Blóðuslóð, 1 stig í boði, Pétur. Hvað heitir leikstjórinn sem leikstýrði The Hills of Ice frá 1977? Það er Wes Craven. Wes Craven er rétt. Þá er ein spurning dottin út úr þessum flokki. Jökull. Kom að bjóða þér. Já, fæ ég að velja. Þú fær að velja. Já, valflokkar. Hann getur valið þetta aftur. Þetta er 3 spurningar. 3 fyrir hvert flokk. Já. Þetta eru 12 spurningar að helda. Ég skil, ok. Ég vil að velja óþekk börn. Ég var að veikana þegar ég samdi þetta. Ég hlakka svo til. Ég myndi spyrja, ok, já, veldu flokk. Og heyri ykkur segja þetta. Ég vil beittar tennur. Ég vil óþekk. Svo fáránlegt. Þú vilt óþekk börn, Jökull. Tilbúin? Sko, ég vil ekki óþekk börn. Þú vilt flokkin óþekk börn. Ég vil flokkin óþekk börn. Hvað heitir litli strákurinn í The Omen frá 1976? Var það Damien? Já, rétt. Ég hef ekki séð The Omen. Já, uppræðanlega. Ég hef ekki séð neina Omen. Ég hef bara séð 2006 endurgerðina, sko. Ég man bara eftir South Park þættinum. Ég er svo langt síðan ég sá hana. Ég fannst alltaf læg þegar ég sá hana. Ég var bara 14-15 ára eða eitthvað þá, sko. Fyrst það er góð, eða uppræðanlega. Varstu sérst með svarið líka, Pétur? Ég hef vitað það, já. Jæja, kom að bjóða núna, Pétur. Herru, við maður hafa smá breytti í þessu, ég ætla að fara í beittar tennur. Beittar tennur? Spurning 1. Já. Árið 1999 kom út skemmtileg krókódílamynd eftir Steve Miner með Bill Pullman og Bridget Fonda í aðalhlutverki. Hvað heitir myndin? Lake Placid. Lake Placid. Jökull, lastu með það? Nei. Ég er ekki góður með 90s myndir. Þú ert ekki góður með 90s myndir? Þá er hann í versinu með þetta. Restin er bara 90s myndir. Nei. Ok, Jökull, kom að bjóða þér. Draugagangur. Spurning 1. Hvað heitir leikstjórinn sem leikstýrði The Fog frá 1980? John Carpenter. Það er rétt hjá þér. Höldum þessu gangandi. Pétur. Herri, þá er það bara blóðuslóð fyrir hringinn aftur. Blóðug slóð.
Spurning 2. Frá hvaða ári er Fright Night? Nei, fyrir ekki. Ég ruglaðist. Já. Sorry, strákar. Alltaf það. Vill ekki bara klippa og Pétur segir draugagangur? Draugagangur. Hvað heitir? Ég get alveg tekið það samt, eða hvað? Nei, þú valdi hana, þetta var miklu. Okay. Hvað heitir handritshöfundurinn og leikarinn sem lék Adam í Saw frá 2004? Það er Lee Vanell. Lee Vanell er rétt. Ég var einmitt, af því að þið nefnið oft Saw í þáttunum. Já. Ég var ekki bara að sjá, ég var kannski bara að sjá hverja 2-3 ár. Ég ákvað að marathóna þér núna í október. Ok. Nei, ertu búin að horfa á allar núna? Ég horfði á allar 10, bara í byrjun mánuðar. Og hvernig fannst þið serien svona heildanliði? Bara mjög skemmt, hún kom alveg skemmtilega óvart, sko. Mér þykir alveg væntum hana. Já, þú ert alveg svo maður. Ég var alveg gaman, sko, já. Mér fannst þessi nýja alveg frábær. Nýja? Hún var skemmtilega. Já. Sem var svona prequel, eða ekki? Jú, þeir eru bara til að geta nota hann áfram. Já. Þeir eru að fara hana. Mér fannst hún alls ekki einu af þeim lélugust. Nei. Ég fannst hún nokkuð góð, ég er sammála. Mér fannst hún með Mér fannst hún mjög léleg þessi hérna með Chris Rock. Hræðileg. Sem átti að vera eitthvað svona nýtt. Horfður á hana? Ég horfði á hana. Já. Mér fannst þú byrja ágætlega, sko. Það var smá svona buddy cop dæmi í gangi þarna, en ég bara skila ekki ennþá, sko, af því að, þú veist, þetta var svona stutt eftir að þeir gerði hana Halloween endurgerðina, þú veist, þetta var svona, já, Fallout grínist að gera hryllingsmyndir eitthvað, svo kemur Chris Rock, ég hugsaði bara, hann er með eitthvað, hann er með eitthvað geggja take, samt. Ég ætla líka. Þú veist, ef hann er að byggja að hafa leikst til að vera með að gera sómynd, ég segi bara, það er svona, hann hlýtur að vera með eitthvað, bara hrikalega tough take. Og svo mæti maður og fer bara á, bara mjög lélega mynd, þú veist, það var bara boring mynd, sko, þannig að ég bara... Já, sko, ég ætla ekki að segja drasl, ég hafði svona lúmska manna henni. Mér varst Jigsaw betri, sem var svona eitthvað sjálfstætt líka framhald, sem var eitthvað copycat morðingi, en mér varst hún skemmtilegri en mér finnst líka Spiral lítur út þessu klámynd. Bara lúkið á henni. Já, mjög illa, sko. Og bara svo eitthvað leikona þess leikur svona löggustjóra eða eitthvað, þetta bara lúkar eins og léleg klámynd. Já. Svona miða við... Finnst mér? Já, ég er samanlega, sko. Ógeðslegt lúk á henni. En já, það var svona, ég byrja aðeins og já, það lukkar ágætlega, sko. Það var smá svona buddy cop, eitthvað. En svo hvað? Fóruð út í kjaftar? Þetta fór í eitthvað rugl, sko. Ok, það er... Jökull. Já. Þetta er fyrst ég klikka og velja flokk, eða svo... Jæja. Jökull. Ég ætla að segja beittar tennur. Beittar tennur. Þá færi spurningunum sem ég var hérna óvart að fara með hérna. Frá hvaða ári er Fright Night eftir leikstjónu Tom Holland? 1987. Ránt. Ert þú með þetta, Pétur? 81. Ránt. Þetta er 85. Ég elska þessa mynd. Ég líka. You're so cool, Brewster. Ég djóka oft með að ef ég myndi opna brugghús, þá myndi ég kalla bjórinn Cool Brewster. Nei, geggja hugmynd. Það er allir flokkar ennþá opnir. Það er Pétur, það ekki? Jú. Ég ætla það bara aftur í blóðuslóð. Það er bara minn flokkur. Það er þinn flokkur. Sorry, ég gæti tæman. Þeir eru búin að ganga vel í þessum flokki, blóðuslóð. Förum að klára þennan flokk. Árið 1987 gerði Peter Jackson sína fyrstu mynd í fullri lengd, en myndin var skemmtileg sci-fi splattermynd. Hvað heitir myndin? Hún heitir Bad Taste. Bad Taste. Þá er það Jökull. Ég fari ekki bara í draugagangur. Draugagangur, þannig að blóðuslóð er átt. Draugagangur. Spurning 2. Leikstjórinn Brad Anderson gerði mynd árið 2001 sem fjallaði vinnumenn sem takað sér að fjarlæga asbest í yfirgefnu geðsjúkrahúsi. Hvað heitir myndin? Vinnumenn sem að... Er þetta House on the Haunted Hill? Endurgerðin? Ránt. Þú með þetta, Pétur? Sko, má ég
Má ég heyra aftur hvað að fjalla? Ég hef ekki... Svona asbest eða asbestos, svona eitthvað. Já. Þetta svona eitthvað eitrað drasl. Já, ég hef ekki... Þetta eitthvað í veggjónum og eitthvað svona. Já. Þetta með ekkert nótið í dag. 2001 mynd. Ég er ekki með þetta. Brad Anderson gerði mynd árið 2001 sem fjallaði vinnumenn sem taka þessar fjarlæga asbest í yfirgefnu geðsjúkrahúsi. Hvað heitir myndin? Það er ekki með það? Nei, ég er ekki með það, ég er að passa það bara. Session 9. Já, ég hef ekki verið með það. Ég veit ekki komið þar. Nei. Hún vakti svo mikla athygli og ég maður þegar ég sá hana þá var alveg bara eitthvað, þetta er alveg gegg í drauminn, svo horfði ég á hana og bara, Ég hugsaði bara að handíka út af því að það er eitthvað senur sem gerast í yfirgefnu. Já. Já. Nei, það er ekkert farlegt gisk. Alls ekki. Jæja, það er komið að... Ég heiti Beittar tennur. Beittar tennur. Hvað heitir leikstjórinn sem leikstýrði vampírumyndinni 30 Days of Night? Nú man ég ekkert hvað sá leikstjóri heitir, en ég, alltaf, mann vil þetta þeirri mynd. Leikstjórinn býttu nú við. Ég er ekki með það, ég bara, já, ég veit þetta ekki. Þú passar þetta? Verða, bara viðurkenna vanþekkingu mína, Jökull. Ég sé þessa mynd og maður mann eftir henni og allt þetta. En, já. Veistu, ég bara veit það ekki. Hefur þú séð hana? Ég hef séð hana. Manstu ekki leikstjóra? Ég hef séð hana einu sinni. Nei, ég man ekki leikstjóra. Nei. Hann heitir David Slade. Já. Ok, blóðslóð og beittar tennur er out, búið, draugagangur, ein spurning eftir og 2 í óþekk. Börn er ekki komið að þér, Jökull? Förum bara í óþekk börn. Óþekk börn. Mér finnst eitthvað svo skrítið að segja þetta. Spurning 2. Hvað heitir leikarinn sem lék grimma úlingstrákin Brett í bresku hryllingsmyndinni Eden Lake frá 2008? Eden Lake. Hvað heitir leikarinn sem lék grimma úlingstrákin? Hann alltaf á að vera ungur í þessari mynd. Ég er ekki með nákvæman aldur. Eden Lake, breski leikarinn. Bresku hryllingsmyndinni Eden Lake. Ég ætla bara að giska Andrew Garfield. Andrew Garfield er rámt. Erst þú með þetta, Pétur? Nei, ég er ekki með þetta. Bara, hún kemur út hvað, 2009? 2008 akkurat. Já, bara Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson, rámt. Á henni segja nafnið. Þessi leikari varð síðan alveg frekar þekktur í dag. Hann lék með þessa stórt hlutverk í Sinners. Já. Hann lék hérna, já. Lék aðalvonda, já. Dansar inn í skíðinu. Hann heiti Jack O'Connor. Já. Og hann vakti athygli hana meðal annars í Eden Lake. Ég hef ekki séð Eden Lake. Já, ég hef ekki séð hana. Ég hef ekki séð hana. Hún er röff, sko. Já, ég hef bara heyrt það, sko. Hún sé hana. En svolítið svakaleg. Hún er svolítið svona nasty. Michael Fassbender alltaf, þetta er fyrsta myndin hans svona. En hversu góð var Sinners? Já. Ég var ekki hrifinn. Varstu ekki hrifinn? Nei. Sko, ég var ekki eins hrifinn eins og margir, en mér fannst það samt bara mjög solid, sko. Já. Þetta er alltaf bara svolítið svona, ég upplifði að þetta er svolítið svona bara reimagining á From Dusk Till Dawn, sko. Já, þetta er algjörlega þannig, sko. Hún er á númer 1 á... Árslistanum. Já, árslistanum. Já, hjá þér? Já, mér er það. Hún er alveg ofalega hjá mér. Þetta er búið að vera gott ár. Já, þetta er fínt, sko. En alltaf geggjuð tónlistasenan, sko. Hún er alveg hrikalega töff, sko. Bara tónlistin allt í allt, sko. Já, tónlistin allt í allt. Ég þóla ekki blues og eitthvað svona. Nei, ok. En já, ég geti tekið hálftíma að ég er að tala um Sinners. En ég var einmitt aftur, ég var að taka þátt. Það sem við förum með Víðavöll og þar á meðal tölum Weapons og Sinners. Og já, þið verðið bara að hlusta á þann þátt. Sá þáttu kemur út eftir þessum. Ok. Þá get ég valið núna hvort það sé draugaspurning eða barnaspurning. Pétur.
Já. Viltu draugagang eða óþekk börn? Eða óþekka drauga. Ég ætla að gera það næst. Já, ég hef bara séð svo lítið að draugamyndum. Ég verð að fara í böddin, sko. Þú þrættu við draugaganga? Já. Draugagangsflokkin? Mér finnst það svona, ég er ekki hrifin að hann myndum heldur, sko. Mér finnst það svona óþægilega eitthvað neginn. Ok, óþekk börn. Mér finnst allt annað að horfa á slassera og þetta, sko. Já. En eitthvað svona, já, svona drauga. Það er ekki hrifin að því, sko. Nei. Ég elski þetta allt. Já. Ok, númer 3. Þetta er síðast spurning. Já. Eins og stíð þessu. Hvað heitir leikonan sem lék ungu stelpuna Reagan í The Exorcist frá 1973? Já, ok. Býttu nú við. Ég þarf aðeins að hugsa þetta. Af því ég veit þetta. En nú er bara... Já, þú ætlar ekki að koma þess að síðast. Nei, ég ætla ekki að segja Val Kilmer. Það var mjög áhugaverð mynd. Já, mjög. Hún heitir... Þetta er alveg óþægilegt. Ég veit alveg, og get nefnt fleiri myndir með henni og allt þetta. Hún heitir... Ég þarf bara nafni á svona leikonu. Ég veit það. Býttu nú við. Exorcist. Já. Pétur er að hugsa þetta. Já. Mér finnst þú svo sért með þetta, en svona, Já. þetta er eitthvað falið í höstum á þér. Mjög langt, sko. Bara anda tipp. Linda Blair. Rétt. Ég ætla að segja. Þetta kom bara. Vel gert. En ég hafði þurfti að grafa, sko. Er að frétta konunum í Scream líka? Já, alveg rétt. Sáuðu Leslie Nielsen, Exorcist myndina, Repossessed? Linda Blair kemur aftur sem Reagan, fullar kona. Bítu. Vá, ég var búin að gleyma þess að er það 90s mynd? Já, ég held að þetta er 90s mynd. Ég man alltaf... Vá, hvað ég var búin að gleyma þess að mynd? Ég man alltaf eftir lægin með stefinu, You gotta be repossessed. Repossessed? Já, og mér sé sko, plakkat á myndinni er í svo Naked Gun, nema í staði fyrir byssukúlu þá stendur hún á kross. En muniði, já, alveg rétt. En muniði eftir Leslie Nielsen myndinni það sem er svona alien rip og það sem er í geimnum og eitthvað. Já. Það er líka svona týnd mynd, sko. Bítu, hvað mynd það? Hétu Naked Space eitthvað. Það var eitthvað álíka, sko. Man ekki alveg, það var alltaf það mynd sér átt á vídeospólu, sko, þegar ég var lítið. Ég man alltaf eftir að þetta var svona, þú veist, já. Og þetta mynd sem ég bara ekki heyrt fyrir en ég síðast. Vá, er Repossessed? Ég hef ekki heyrt hana títið. Frá 1990? Já, ég var akkurat að tala hana daginn bara. Ok. Þegar ég og Silvía vorum að horfa á The Conjuring og það er eitthvað að tala Possessed og að húsið væri Possessed og hún sagði eitthvað svona Repossessed brandara að húsið væri Repossessed og það bara, þetta var grín hryllismynd sem heitir Repossessed og ég bara, hún er til! Hún er til! Herðu, það er einn spurning eftir og það er Jökull. Já. Það er draugagangur. Það eru beittir draugar. Já. Beittir draugar. Frá hvaða ári er Poltergeist sem var leikstýrð af Tobe Hooper? 1982. Rétt. Já. Strákar, vitið hvað þetta fór? Voru það eitthvað að telja? Þetta er búið. Þetta er búið? Þetta er búið. Ég náði aðeins að saksa á það ekki fórskotið, en það er samt alveg... Ég var bara stressaður á það, sko. Með ekki sjá hérna. Nei. Þetta endaði mjög jafnt, myndi ég segja. Ég finnst þetta ekki vera mikill munur. Sigurvegari er Jökull. Já. Þú varst með 29 stig og Pétur með 26. Já, ok. Það var eitt flokkur sem ég klikkaði svolítið á. Ef ég hefði aðeins að halda betur að spurningar, þá hefði þetta verið alveg... Bara góð leikur. Ég er bara svo fegin að þetta var ekki 1 stig. Nei. Af því að ég er bara svona dog-svolítið stótið því að það hefði verið klárast út af mig. Ok, þannig að þetta var 29-26. Vel gert, Jökull, til hamingju. Þú eignast þennan glæsilega Friday the 13th bolla og í tilefni hrekkjavökunar þá færðu þessa skemmtilegu nammi hauskúpu. Sýna kamerunni. Sýndu kamerunni þessa hauskúpu hérna. Mjög skemmtileg. Bollin
Já, strákar, fannst ykkur þetta gaman? Mjög. Þetta var ógeðslega. Og leiði mjög hratt, sko. Ég hef bara byrjað að vera búnir. Það bara 60 spurningar. Einmitt. Já, ég bara hlakka mjög lengi til að kaupa þetta spil. Kaupa þetta spil, Heldur betur. Ég get að auðvitað spilið mitt innan. Nei, ég hveti þetta allar til þess að fjárfæst í einu svona spili. Þetta auðvitað bara hjálpa mig líka að halda áfram með podcastið. Þú bara segir okkur þegar þetta kemur. Já. Kaupum leið. Þið verða að kaupa, ég treysti á að þið kaupa eitt svona spil. Þetta er jólagjöfin í ár. Jólagjöfin í ár, 1000 spurningar, þar að meðal auðvitað einhverjar hryllingsmyndarspurningar, þetta er auðvitað svona meira blanda. Þannig að þetta verður alltaf spennandi. Hellingsvinna sem fór í þetta. Og pæli, ég þarf að taka líka bara fram núna. Ég notaði ekki fucking AI til þess að búti spurningar. Ég bjóti spurningar. Þannig að ég er mjög stoltur af þessu. Og þetta verður ekki gert. Og er eitthvað að þessu? Nei, ég held ekki. Ok. Og ef það er, þá er það, ég var talað betur fyrir podcastið, þá er það tilvílun. Ég reyna alltaf að búa til nýjar, sko. Já. En ég er alltaf man ekki alla spurningar sem ég samið. Að ég er búin að gera svo marga svona quizþætti. Ég er búin að gera, tölvöld marga og búin að semja svolítið marga spurningar. Ég geti örgulega gefið út nýtt spil sem væri bara spurningar þar næstuð úr quizþáttunum. Það myndi örgulega ná upp í næstu, örgulega 500-600 spurningar. Já, Bíóblaðar spurningaspil, það verður aðeins öðruvísi cover. Ok. Við breyttum þessu, ég og Höddi sem að, einmitt, þið þekki vel, hann hannaði spilið. Nei! Já, Höddi hannaði lúkkjóður, hann er grafískur hönnur. Já, ok. Og þegar við fengum prótípuna þá sáum við svona, við skulum breyta þessu aðeins, það er svona flottara, þannig að núna á hliðinni þá var svona quote, tilvitnin úr einhverju mynd og þannig að þetta er orðið cool og svona, hvað veist þú kvikmyndir, svona eitthvað. Ég fíla þetta lúk samt líka, smá svona minimalisti, svona old school spil. En það er svo sem nokkuð minimalistik líka, það er aðeins meiri texti, en það er eitthvað myndinni, þetta er bara svona plain appelsínugulur kassi, það verður samkeppni jólin, það eru fleiri spurningarspil að koma út, þannig að þetta verður spennandi og ég er keppnismadur, eins og ég sagði það. Þannig að þetta verður ennþá meira spennandi. Mér er bara gaman að vera með. Ég getur bara sáttur að hann fæði bara að eignast eitt svona spil. Ég er algjör svo participation trophy krakki. Ekki, ég vil bara keppa endalaust. Ok, strákar, þetta var ógeðslega gaman. Já, mjög. Þetta var svona öðruvísi. Já, öðruvísi hrekkja okkur þáttur hjá okkur. Við erum búin að taka upp núna, pælið því, við erum búin að taka upp núna í, ekki 3. árið. Ég meni, við tókum upp náttúrulega Friday. Var það ekki 2023, eða hvað? Jú, við gerum Freddy og Halloween á sama ári, var það ekki? Jú, svo Nightmare on Elm Street, það var fyrra á árinu, en það var árið eftir, það var 24. Þetta er 3, það er 25 núna. Já. Og pælið tíma, finnst ykkur? Bara mjög stutt síðan við vorum með það fyrst, sko. Mjög stutt síðan við tókum með fyrst, maður. Þetta er rosalegt. Heldur betur, en við líka minnum á þá þætti núna, þegar að hrekkjavaka nálgast. Það er að gera að ef maður sérstaklega líka vill taka okkur marathon, að vera þá með okkur til hliðsjónar, horfa myndina, heyra svo hvað við sögum hana. Já, einmitt. Það er eins og þú gerðir með Friday the 13th, þú náttúrulega tókst heimilda... Jú, það er rétt hjá þér. Já, þú tókst heimildamyndina. Já, ég tók... Hvað heitir þú? Crystal Lake Memories. Geti gert það með podcastinu. Einmitt, horta eina mynd, horta sér okkur, splitta þessu svona. En við tókum einmitt fyrir Friday the 13th, Nightmare on Elm Street og Halloween. Sem er auðvitað mjög svona í anda þessa árstíma. Já. Halloween. Mér finnst bara svo ógeðslega stutt sem við tókum Halloween. Já. Mér finnst það bara eins og það bara í síðustu viku líka við, sko, ár síðan. En samt eins og ég var að segja ykkur á, en ég man ekki hvort þú varum byrjað að taka upp, að ég var að hlusta á þetta aftur og maður manns að það er ekkert hvað vorum að tala. Þetta er alveg, já, mæli heiklust með. Einmitt, svo eins og með mig, ég er kannski að fá fólk til minn aftur sem kom í podcasti og ég man ekkert næstu hvað við tölum Nei. klukkutímana sem ég er búin að eyða í þessu herbyggi. 350 þættir, þetta er númer 351 sem ég er að taka upp, sem er náttúrulega til hamingju. Og ég gerði 5,5 ár, það er alveg pínu crazy. Já. Ég man að ég örglendi í podcastinu þar, bróður minn sagði mér, því hann hjálpaði mér svona að starta þessu, hann sagði við mig, hann sagði, gerðu mig greiða, alveg sama hvað, þetta tekur tíma, ekki hætta fyrir að gera allavega 100 þætti. Ég segi, ég skal lofa því, ég skal ekki hætta fyrir að gera 100 þætti. Akkurat. Það er mjög gott til. Já, og það tók á, ég meina, það gerði þetta alveg, tekur langa tíma og líka bara svona að slípast til í þessu hlutverki. En ég er ánægð með það, ég fór yfir 100 þætti og vel það, og svo hugsa ég líka oft, sko, ef ég hefði hætt í þætti 100, þá
þá ég aldrei kynst ykkur. Nei. Það er svona mikið sem bara, þá ég aldrei kynst þennan þátt, aldrei þessa, og aldrei fjalla Halloween, þannig að ég vona, með ykkar hjálp, kæru hlustendur og áhörendur, fjárfesti í spili, það hjálpar mig líka að halda áfram með podcastið, í lokin strákar, ég veit að þú ert búin að segja það, Pétur, að þú kannski horfir ekki mikið á hryllingsmyndir í dag, eru þið með einhverja mynd, núna, í tilefni þess að það er Halloween, sem þið mæli með, einhver svona hryllingsmynd sem ykkur dettur í hug, sem það er mynd ekki kannski partur af þess að við höfum talað eitthvað svona sem kannski flóð undir radarinn, eitthvað mynd sem ykkur þykir mjög væntum, sem kannski yngra fólki hefur kannski séð, dettur ykkur eitthvað í hug? Þú mátt byrja. Fyrsta sem þetta eftir í hug, Late Night with the Devil fannst mér alveg stórskemmtileg. Hún er frekar nýl, er hún ekki fyrra? Kom út í fyrra, ertu að tala á þessu orði þá? Eða? Nei, þetta má vera 70s mynd þessum. Má vera, já, ok. Þú mátt bara velja hvað sem er. Það er ekki að vera nýmynd. Bara einhver hryllingsmynd sem einhver dettur sem vilja mæla með lokin og þættur. Trick or Treat með Ozzy Osbourne og Gene Simmons í aðalhlutverki er frábær mynd. Og ég á þýsku Blu-ray útgáfa þar sem hún heitir The Ragman, en já, orginalin heitir Trick or Treat. Þetta er svo mikið false advertisement. En er þetta góð hryllingsmynd? Mér finnst þú mjög skemmtilegt. Þetta er ógeðslega skemmtilegt koncept. Þetta fjallar um unglingstrák sem er svona algjör svona outcast, svona rockari eitthvað, og uppáhalds rockstjarnan deyr. Og hann fær gefins frá Gene Simmons sem er svona mentorinn, hann svona rekur útastöð, gefur hann síðustu plötu rockstjörnar, bara sem átt að vera frumflutt í útastöðinni. Og hann byrjar að spila hana aftur á bak, og þá er rockarinn, sem sagt, sálinn á rockarinn í blöður og byrjar að drepa þessi fólki. Ok, en þú veist, þetta hljómalega svo, þetta gæti verið smá grín, en samt líka gæti verið fullblóm. Þetta er skemmtileg mynd, ég mæli með henni. Ok, Trick or Treat, gamla. Ég myndi segja bara að, eins og þó þetta sé ekki eins svona frumlegt að ég reyna alltaf að taka einhverja mynd úr Halloween-seríunni þegar að Halloween er nálgast. Þannig að ég myndi mæla með að fólk geri það, og sérstaklega ef það hefur ekki séð þetta er með eins og nummer 3 sem er mjög svona falin mynd svolítið, sko. Sem Jökull lofsamaði ég veit að við hefum talað með svona kvöldmynd, sko. Þannig ég held að það myndi svona, mér finnst það bara svolítið eins og horfa á Christmas Vacation fyrir jólin, þetta er svona, maður fer í svona this season, sko. Þetta er svona Halloween 3 er þín Christmas Vacation. Það er bara einhver Halloween, sko, einhver í seríunni. Já. Það er eitthvað svona, þetta er hluti af bara árstíðinni, sko. Já. Ég ætla alltaf ekki að gera það, því mér finnst þess að ég horfði á allar í gær fyrir þáttir okkar. Ég tek alltaf Halloween 3 á St. Patrick's Day út af Silfur Shamrock-krókónu. En varst þú ekki líka, mér minna að þú er nefnt það í Halloween þættinum okkar, Jökull, að finnst þér ekki Halloween 4 að vera mest svona Halloween myndi? Jú. Hrekkja vök og fílingur. Og svona nice, sérstaklega svona opnunar senan bara alveg svona, bara kreditið. Það er eitthvað við atmóðið. Svona hrekkja vökulegt. Já. Eitt besti endir er líka Halloween mynd, sko. Þetta er alveg, Halloween 4 myndi klála vera hana líka. Besti performance frá okkar manni Donald Pleasence, sko. Jú. Ég ætla að koma líka með smá meðmæli frá mér. Ein af mínum uppbóðarsmyndum. 90s mynd, ég er alltaf 90s guy. Demon Knight. Já. Ég elska Demon Knight. Ég hugsaði með það líka, þú nefndi þetta, ég var svona, það er mynd sem ég vissi ekkert að aldrei heyrt tjekkað á henni og bara geggjum mynd, sko. Ég er mjög skemmtileg. Já, ég er mikil Tales from the Crypt aðdáandi, sko. Þannig að, Demon Knight er alveg, langt sér í séna samt. Já, ég þetta ára á hana. Þú kannski rifjar hann upp núna. Já. Kannski ger ég það bara. Ég mæli með henni, Demon Knight, hún er mynd sem að mér finnst líka bara ennþá góð. Fannst hún svakalega í sá hann yfir yngri og mér finnst hún líka uppfyllilega ýmislegt. Hún er alveg fyndin á köflum en hún er líka alveg brútal, sko. Og mér finnst það skemmtileg saga. Já, og þetta er líka bara vel leikimynd, þetta er skemmtilega leikara, sko. Já, frábæri leikari í þessari mynd. Já, hvað heitir þetta? Billy Zane. Billy Zane, mjög skemmtilegur í henni, sko. William Sadler leikur aðal góðagalli. Einmitt. Thomas Hayden Church er þarna í mjög skemmtileg hlutverki. Já, og svo náttúrulega hvað heitir hann aftur úr Gremlins, eldri ykkurinn, alkoholistinn? Ég er að blanka... Já, algjör svona karakterleikari, sko. Já. Nú leifur þess að ég sé konu spurninga þátt. Já. Ég sé Adidas fyrir mér. Ég get ekki satt nafni. Nei. Ég veit hvað þú tala. Já. Hann fer til Demon Knight. Hann opnar svona hurðið eitthvað. Fullt af berbrasta konum.
Þetta er þann gæði? Jú. Já, einmitt. Ég man ekki hvað hann heitir. Svona í lokin, að því ég að geða ykkur á þessu, ég verð að fara á IMDb, hvað heitir þessi gaur? Hann var lukkudýrið hans Rogers Corman, hann sett hann í öllum sínum myndu, sko. Ok. Hann heitir, ég get ekki slögt á þettinum. Var aðalhlutverk í Dick Miller. Dick Miller, já. Dick Miller. Já, alveg rétt. Ég með svo Jada Pinkett í þessari mynd líka. Fullt að leikum í þessari mynd. Já, alveg rétt, einmitt. Mæli menni, tímanætt, geggjuð. Strákar, vonandi verðum við á næsta ári. Já, klárlega. Við erum að fara inn í vonandi næsta ár og halda áfram með podcastið. Spilið selst vel. Strákar, það var geggjað. Takk fyrir komin. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig, segi ég líka.